Hvað þýðir orðið umbreyting? Einhver spurði mig hvað það væri. Hvað orðið umbreyting þýddi? Þegar Drottinn segir við manneskju eða þegar presturinn kennir að við verðum að snúa okkur til Guðs, að við verðum að umbreytast til Guðs. Þegar heilagur andi í spádómi segir einnig, þú verður að umbreytast, þú verður að snúa þér til mín og manneskjan skildi ekki hvað orðið umbreyting þýddi. Við gáfum þá mjög einföld dæmi. Dæmi fyrir leikskólabörn, fyrir þá sem eru að byrja á fyrsta stigi náms. Einfalt dæmi það hvernig við myndum umbreyta mjólk í ost eða í mysu. Hvernig mjólkin gerð af þessum tveimur efnum? Við sögðum að það væri gert með einhvers konar efni, líklega próbíótík eða gerli, og mjólkin skilur sig, vökvinn fer til einnar hliðar og hið fasta verður eftir. Þá segjum við, já, hún umbreytist vissulega, mjólkin umbreytist. Nú höfum við girnilegan ost. Eða einnig vökvann. Mysuna, sem ekki lengur mjólk. Þetta skiljum við sem umbreytingu. Sama á við allt. Þeir sem læra efnafræði vita að maður þarf að umbreyta mörgum efnum og efnistegundum úr einu formi í annað. Vísindi og tækni vinna stöðugt með umbreytingar. Með þessu einfalda dæmi skýrði ég þetta fyrir systur sem spurði, eða bróður. Ég sagði, við mennirnir, þegar Guð segir að við eigum að umbreytast eða snúa okkur til Guðs, þá það vegna þess að þú ert maður eða kona sem lifir í synd. Sál þín menguð, andi þinn mengaður af þeirri synd sem þú lifir í, þú gengur án Guðs. Og þegar þú kemur til þekkingar á Drottni, þegar Guð talar við þig, þegar heilagur andi kemur og talar við þig, þegar Guð snertir hjarta þitt, finnur manneskjan oft löngun til að gráta og brotnar niður. Og áður en maður veit af, eftir 1 eða 2 mánuði, sjáum við allt aðra manneskju sem segir, ég var illa farin, ég lifði í þessum og þessum syndum, og nú hefur Guð breytt mér, umbreytt mér. Ég orðin önnur manneskja. Ég geri þetta ekki lengur, ég hugsa ekki þannig, ég stjórna mér núna, þá segjum við, hann hefur umbreyst, hann hefur snúið sér til Guðs og manneskjan heldur áfram lífi sínu og heldur áfram í kirkjunni. Og eftir við sem hún hlustar á kenninguna, les Biblíuna og biður, talar Guð við hana. Þá heldur manneskjan áfram að umbreytast og breytast þangað til hún hefur náð fullkominni umbreytingu fyrir Guð. Ég held að þið hafi upplifað þessar breytingar í andlegu lífi ykkar. Þið hafi upplifað að þið hafi umbreyst, að þið séð að umbreytast. Sumum vantar enn, sumir þurfa meira. En þetta umbreytingin. Að snúa sér frá hinu illa til að lifa heilugu lífi, að hætta að vera vondur og verða góður, miskunnsamur og gera gott. Það umbreytingin. Þetta svo einfalt. Sú manneskja, ég veit ekki hvort hún var ný í kirkjunni og skildi ekki hvað það var að umbreytast. En hún sagði að hún heyrði stöðugt í kirkjunni að Guð sagði henni að hún yrði að umbreytast, því hún hefði ekki enn snúið sér til Guðs. Þetta mjög auðvelt. Mjög einfalt. Og við verðum að helga hjörtu okkar fyrir þetta. Því Guð máttur, Guð lifir, og Guð talar til okkar í dag. Guð talar í dag. Fólk segir, já, Guð talar í dag aðeins í gegnum Biblíuna en nei. Guð hefur alltaf talað í gegnum Biblíuna, en heilagur andi talar líka við okkur og Guð talar við okkur. Megum ekki gleyma að í gegnum drauma og sýnir talar Guð til mannsins. Auðvitað lærum við af Biblíunni að í fortíð voru menn sem fengu drauma sem voru ímyndunaverur, eða rangar sýnir, þar sem djöfullinn blekkti þá. Þeir tjáðu það sem var í hjarta þeirra. Þetta hefur alltaf verið til, falskir spámenn. Og á þessari öld Drottins Jesú Krists, í fagnaðarerindi Krists, þegar heilagur andi á meðal okkar, þá mun óvinnurinn, djöfullinn, einnig reyna að leggja fram anda sína, lyginn og blekkjandi, til að reyna að blekkja þá sem ekki hafa snúið sér til Guðs. Fyrir þá sem ekki umbreytast hættulegt að illur andi blekki þá. En fyrir þá sem hafa umbreyst og helga hjarta sitt Drottni, þar geymir og verndar Guð, og hann ávallt vakandi til að hjálpa okkur. Svo lærum við margt af Biblíunni. Við lærum á áætlun Guðs, verk Guðs, en við sjáum líka verk óvinarins sem kemur gegn okkur. Þess vegna nauðsynlegt að læra kenninguna,
til að greina milli hins góða og hins illa, til að þekkja rangan veg og hinn rétta veg og þannig getum við greint allt og látið ekki blekkjast. Heldur haldið áfram á hinum rétta vegi sem Drottinn hefur lagt fyrir okkur. Heiðurinn og dýrðin sé Guði okkar, og þökk sé Drottni fyrir miskunn hans og fyrir að vaka yfir okkur í öllu.